Gulmíra Kanakova kennari að mennt og starfar á leikskólanum Brekkubæ á Vopnafirði. Hún þó einnig jóga- og zumba-kennari og kennir því allt frá yngstu bæjarbúum til þeirra elstu. Gulmíra flutti hingað til lands í október 2011 sem au pair frá Úkraínu. Upphaflega planið var að dvelja hér í 1 ár en hún var þó fljót að koma sér í alls konar verkefni og þegar hún kynntist landi og þjóð, þá var ekki aftur snúið. Ég þannig manneskja, ég fær alveg mikið orku líka að vera með fólki. Ég elska að vera einn og gera hluti einn líka en samt mér finnst ég fæ mikið orku að vera með fólki og gera eitthvað. Já. Ef þú segir okkar frá því sem þú ert að gera hérna núna á Vopnafirði, að þú ert með mikla dagskrá í félagsheimilinu. Já, núna ég að kenna zumba 2 í viku og svo jóga 2 í viku. Já, þetta sem ég að gera hérna í Vopnafirði núna. Og ég að vinna í leikskóla líka. Jóga það eitthvað nýtt sem ég byrjaði að gera núna. Ég tók aðeins pásu frá kennslu því ég var að kenna í Reykjavík í 6 ár. Og þegar ég flutti hingað ég var aðeins að taka mig pásu og líka bara æfa sjálf og njóta til þess að vera bara aðeins svona kannski aðeins að hafa rólegri tímatöflu og svo núna mér finnst að það komin tími til að gera aftur og mér finnst eins og ég er núna búin að kenna jóga eitthvað mánuð og mér finnst ég fær alveg, þetta svo sjálfnærandi. Þetta mikla þýðingu, sérstaklega í litlu samfélagi þar sem ekki jóga- og zumba-kennarar á hverju strái og það væri hreinlega ekki þessi dagskrá nema það sé einhver sem að kann til og hefur drifkraftinn til þess að láta vaða. Já, líka fólk ofta spyrja mig hvort þetta stuttnámskeið, hvenær ég ætla að hætta eða á ég að halda áfram þá ég vil að gera það þannig að alltaf að bjóða fólki að koma. Þess vegna það svona opið tími, þú getur mæta hvenær sem þegar þú getur og það bara mér langar að halda áfram og bara bjóða fólki í zumba eða jóga, það eitthvað sem mér langar að gera áfram. En aldur sem tekur þátt að því nú ertu hérna inn á leikskólanum og svo ertu með fullorðnum þarna þannig að þú í raun nærða að kenna eiginlega öllum aldri. Já, mér finnst það gaman. Mér finnst það eitthvað gaman að vera með börnum, gaman að vera með líka aðeins eldri fólk. Líka í framtíðinni mér langar að gera aðeins kannski eitthvað meira fyrir eldra borgarar. Þetta eitthvað líka eitthvað hjá mér svona í planinu en gera eitthvað meira með eldra borgarar. Kannski eitthvað hreyfing eða ég var að hugsa meira svona zumba tímar fyrir þau. Þau sem getur ekki labbað, þau sem í hjólastólum. Að þeim mér finnst við gleyma stundum þessu fólk líka. Já. En það mikið að gera hjá þér en þú segist fá orku út úr þessum tímum sem þú ert með þannig að þetta nærandi þó að sé mikið að gera. Já, þetta mjög nærandi. Oftast líka hvernig ég upplifa það að stundum mér finnst ég þreytt og svo fer ég í tíma og kem ég eftir tíma þá ég með miklu meira orku en ég var fyrir tíma. Þetta eitthvað kennslum eða ég veit ekki, kannski þetta eitthvað sem ég elska að gera líka. En stuðningunni við þessi verkefni, þarftu svolítið að standa fyrir þessu sjálf eða finnur þú fyrir stuðningi frá samfélaginu? Ég finn alveg stuðning frá samfélaginu. Fólk alveg tilbúin að eins og segja hjálpa og gera með mér. En svo ef það eitthvað vandamál, ég ekki tæknimaður þá ef það kemur eitthvað upp, ég get alltaf hringt eitthvað sem getur að koma og hjálpa mér. Eða, já, stuðning frá öllum. Mér finnst fólk eins og segja, fólk taka á móti líka mjög vel í þessu jóga. Ég var mjög stressuð líka þegar fyrir sunnan ég var að kenna bara á ensku. Þá ég var aldrei að hugsa að tala íslensku eða að kenna íslensku. Og svo hér fólk var að styðja mig líka svona, þú getur þetta og það allt í lagi ef þú gerir mistök, það allt í lagi, bara gerðu þetta og ég fann líka frá fyrstu tíma, það var mjög svona góð orka, þau voru ekki að dæma mig, þau voru ekki svona, já, hvað ertu að tala eða hvað ertu að segja,
það var mjög flott, góð orka og svona nærandi og já. Eitthvað sem er að læra í jóga og zumba annað en einmitt sporin eða stöðunar, eitthvað sem að nýtist manni í lífinu? Já, ég held eitt sem þú eða ég lærði að það vera í núinu. Af því að þú getur ekki hugsa og skynja í sama tíma. Þá þegar þú ert að dansa, segjum, ef ég er að tala zumba, þegar þú ert að dansa, þú ert að hugsa líkamann eða þú ert að skynja líkamann. Þá fyrir mig, þessi klukkutíma, það er svona eins og ég er að kalla svona moving meditation. Ég er ekki að hugsa hvað ég ætla að borða í kvöldmat eða hvað ég ætla að elda í kvöldmat. Ef ég er með eitthvað vandamál í vinnunni eða hér og þar. Ég er ekki að hugsa. Þá klukkutíma fyrir mig, það er eins og svona hugleysla. Þá ég held, og líka í jógan, við erum ekki, það skiptir engum máli ef þú ert liðugt að gera jóga. Eitt sem ég er að segja alltaf að minna á fólki, anda og skynja andadrætti. Bara anda inn og eins og segja, ef ég er að segja núna, bara hlustaðu á hljóð, all hljóð sem þú heyrir, bara í 5 sekundum. Þú reyna að ná hljóð, þú ert ekki að hugsa. Þetta sem fólk er að gera líka í tíman, í zumba eða jóga, eða ef þú ert að fara út að labba. Þetta bara vera, ég held þú ert lærir að vera í núinu.